Við erum komin suður með sjó í fjölmennustu byggðin á þessum slóðum, Reykjanesbæ, sem hefur vaxið hvað mest að íbúatölu á síðustu áratugum og nálgast 20.000 manna fjöldan á næstu misserum ef framheldur sem horfir, þökk sér langsamlega stærstu höfninni á Reykjanesi, flughöfn Leifs Eiríkssonar, einum fjölmennasta vinnustað landsins, en völlurinn upp á Miðnesheiði hefur fyrr og síðar skaffað vel á þessu landshorni. Hér ætlum við að kynnast sjarma og sérstöðu þessara gömlu bæjarfélaga beggja vegna Miðnesheiðar, sem í sameiningu heita Reykjanesbær. Reykjanesbær skiptist eiginlega í 5 svæði. Keflavíkin nær héðan frá Bjarginu yfir að Vatnsnesi og er kennd við Rekavið. Ytri Njarðvík heldur svo uppi merki útgerðarinnar með ágætum blóma. Á meðan Innri Njarðvík vitnar gamla tíman sveitalífið hér suður með sjó. Svo er það Ásbrú sem er að fyllast af Suðurnesjamönnum, gamla varnarsvæði. Hér er búið að fella út forskeytið her, nú eru bara menn hér. En krúttið í þessu sameiginlega sveitarfélagi eru hafnir. En hér hófst byggð fyrir landnám þegar evrópskir sjómenn höfðu hér útstöð. Hefur forstöðumaður Byggðasafnsins einhverja hugmynd hvenær byggð byrjaði hérna? Það er nú ekki til neina skjálfestar heimildir það hvenær byggð byrjaði akkurat hér í Keflavík, en við vitum hins vegar að það átti sér stað eins konar landnám fyrir landnám eins og maður kallar út í höfnum. Já. Þar eru rústir sem benda til þess að menn hafi verið komnir hér og nota þetta sem útstöð löngu fyrir landnám, jafnvel öldum saman. Já. Og hérna enda er það ósköp eðlilegt að hugsa sér að menn hafi verið búin að kortleggja þetta land. Nýta hér á sumrin, áður en þeir hófu síðan eiginlegt landnám. Og röstin hérna fyrir utan Keflavíkina hefur nú verið gírnileg fyrir sjómanninn? Jú, getur rétt ímyndaðir. Bæði er það náttúrulega vörin sjálf, Keflavíkin, og varirnar sem þessi Skjólsælavík býður upp á, og svo þessi nálægð við gullkistuna hérna í Faxaflóanum. Það hefur náttúrulega strax skotið rótum undir byggð þetta. Og svo komu einu konar höndlararnir frá Danmörku. Jú, þetta var öldum saman mjög eftirsóttur verslunarstaður og áður en einu konar kaupmenn settust hér að og þá var til dæmis Skálholts biskupsstóll ásældist þessa jörð og konungur sem var auðvitað bara út af fiskimiðunum. Og það var hérna fyrir loka einokunarverslunar að fyrsti kaupmaðurinn settist hér að, Jakob Evs, 1776 og hann skaut hér rótum og vann hér á mörgum framfaramálum, kenndi mönnum netaveiðar og að vinna þorskinn í salt sem hafði verið unnin náttúrulega í hertanfisk öldum saman. Og það má segja að þá hófst svona hinn eiginlega byggð hérna, þorpsmyndun hér í Keflavík. Athafnalífið hérna suður með sjó hefur alltaf verið tengt hafinu. Það var það alveg öldum saman og þegar ég var strákur þá var það svona helsti metnaður stráka að komast á sjóinn og jafnvel verða skipstjórar eða eitthvað slíkt sko. Það var stutt á miðinni það? Já, það var það og hér var gríðarleg útgerð. Alveg sko, þetta voru smærri bátar en 1946 komu Svíþjóðabátarnir svokölluðu sem þóttu stór skip, 60-70 tonn og svo hélt þetta áfram að miklum krafti. En svo var það svona 1974 að stjórnvöld settu reglur það að útgerðarmenn fengi ekki að endurnýja báta til nýsmíði eða lán til nýsmíði og sagt var að útgerðarmenn væri með svefnpokapláss í bönkunum til að fá sömu fyrirgreiðslu og menn fengu annars staðar á landinu. Þá fór að halla undan fæti. Var það bara hérna á þessu svæði? Það var frá Þorlákshöfn til Akraness sem þessi lína var dregin. Og hvernig vildi þetta til? Þetta voru, ég vil ekki fara út í pólitískar skýringar af þessu en það var, og stjórnvöld ákváðu þetta. Þetta var upphafið að endalokunum. Svo í framhaldi af þessu, þegar þessar reglur komu upp, þá gerði þetta mjög erfitt fyrir. Og svo þegar að kvótakerfi kom, þá gáfust menn hreinlega upp. Og hérna er það ennþá hliðið með greini, kannski frægasta hlið Íslandssögunnar, hliðið inn á varnarsvæði sem hleypti mönnum inn eða kannski ekki inn á þetta svæði sem sumir kölluðu fyrirheitna landið.
pólitíkusar annars staðar á landinu höfðu eiginlega af ykkur Suðurnesjamönnum útgerðina af því að þeir sögðu þið hafið herinn. Uppgripin eru þar svo mikil. Já, það voru mikil uppgrip í kringum herinn og við fengum, við getum kallað holskeflur, fólks af vísar af landinu, Vestfjörðum, Norðurlandi, Suðurlandi. Í aflabresti? Í aflabresti. Þá kom það hingað? Þá kom það hingað. Þannig að, jú, þetta var gullkista? Þetta var gullkista, þetta var stóriðjan. Já, þetta var stóriðjan. Hvernig var sambýlið á milli íbúanna í Keflavík, Njarðvíkum, annars staðar á Suðurnesjum og hersins? Það var heilt yfir held ég bara mjög gott. Það, jú, alltaf, menn voru kannski ekkert sammála í pólitíkinni. Nei. Og þetta var, en heilt yfir held ég að menn hafi alveg verið sáttu við þetta. Og jafnvel það að þetta hafi verið, ég ætla að gera svo djarfa og taka svo djúpt í ánum, þetta hávær minnihluti. Sem var á móti þessu? Sem var á móti. Já. En sko, keflvískir kallar þurftu að horfa upp á hermennina hérna, taka fegurstu konurnar, fara með á landi. Þetta var nú eitthvað svolítið erfitt. Það var erfitt og það var alveg eins og í stríðinu. Já. En það var sko líka aftókur af því að það voru líka karlmenn sem tóku fallegar ameríska konur. Þetta var að báða bóa. Þetta var að báða bóa. En það var bara ekki talað um það. Já. Því að tíðarandinn var það sko að ef að karlmaður náði sér í ameríska konu, þá var góður. En sko, að komast inn á svæðið, það var happdrætti. Já, sko, svæði var í rauninni sko í upphafi ekki einu sinni girt af. Nei. En það var samt hlið. Já. Og það þurfti að fá leyfi hjá lögreglu og hjá hernaðaryfirvöldum til þess að komast inn fyrir. Og menn fengu þar til gerða vallarpassa. En síðan eftir að var girt, að þá voru svona þekkt göt í girðingunni. En það voru náttúrulega ekki allir sem voru að fara þá leiðina en þeir sem vildu fara og sem flesti gerðu fóru löglegu leiðina að þetta var ekkert auðvelt. Nei, en hérna fékkstu allt sem var ekki til á Íslandi? Já, mikil ósköp. Hérna var, það var allt til alls hérna. Það voru stórmarkaðir. Gósenland. Alls Og konar vörur sem þekktist ekki á Íslandi? Já, alls kyns vörur, kalkúnar, ýmis konar bjórar og fleira. Og frægast náttúrulega alltaf smygla og bjór, en svo var náttúrulega ýmsu öðru smyglasósum, verkfærum og einu og öðru. En svo voru náttúrulega klúbbarnir og það var það sem Íslendingar voru mest að sækjast í sem að bæði sem unnu hérna og unnu hérna ekki. Drógust að tónlistinni? Drógust að tónlistinni, sáum bara uppgang hljóma, bara gott dæmi. Bæjarstjórinn sammála mér að nálæðin við varnarliðið bjó til Bítlabæinn. Já, og það eru kannski tvær megin ástæður fyrir því. Hinn fyrri að Kana-útvarpið spilaði öðruvísi tónlist heldur en Ríkisútvarpið á þessum tíma. Og við heyrðum það, eða íbúar hér á þessu svæði, heyrðu Kana-útvarpið, kannski sem betur fyrir. Hinn ástæðan er svo að Bandaríkjamennirnir og varnarliðsmennirnir hérna frá, þeir voru vanir því úr sínu heimalandi að vera með hljómsveitir, lifandi hljómsveitir og skemmtikvöld og það þurfti að hafa ofan fyrir þeim og skemmta þeim. Og þá urðu til hljómsveitir hér sem spiluðu þessa tónlist sem þeir vildu heyra og höfðu nóg að gera í klúbunum upp á flugvelli. Og það hefur verið óbúslega ríkulegt tónlistarlíf hérna allar götur. Já, hefur verið og er enn svo sem. Og við höfum fóstrað og Reykjanesbær og Keflavík og Njarðvík aðalega fætt á sig marga tónlistarmenn sem bæði hafa sett áhrif og sitt nafn á svona fyrirhluta popsögunar og svo erum við enn að því í dag. Valdimar Guðmundsson og allir þessir ungu menn. Og verður þess að bæjarstjórinn tónlistarmaður? Já, ég er tónlistarmenntaður og starfaði við músík í 20 ár. Spila pínlítið enn. Dæmigerð. Já. Svo er náttúrulega rocksafn í þessum bæ, annað gat það ekki verið? Nei, það á auðvitað heima í Bítlabænum. Þetta safn segir óbúslega mikla sögu. Hvaða sögu? Sko þetta safn, það segir sögunarrauninni alveg frá 1835, bara frá Jónasi Hallgríms alveg til dagsins í dag, bara Kali og Konstantínusmenn. Og eitthvað hefur nú þurft til að ná í alla þessa gripi? Já, safnið er byggt á gamalli sýningu sem hét Bítlabærin Keflavík og það er svona grunnsýningin og það fengu eiginlega svona flestum munna, en svo erum við alltaf að safna fleiri og fleiri munnum. Svo erum við með temasýningu? Já. Inn í sýningunni? Já, þegar safnið opnaði 2014, þá var þetta rauninni svona grunnsýningin var bara rock og popsaga Íslands.
En svo ári síðar þá opnuðum við fyrstu svona sérsýningun okkar og hún var Pál Óskar, hétt Einkasafn Poppstjörnu og hann í rauninni gaf okkur allt sko nema jólaskautið sitt. Svo 18 mánuðum seinna þá opnuðum við sýningu Björgvin Halldórsson og þar sem hann lán okkur þessa til dæmis, 38 gítara. Takk fyrir. Já, ekki. Og það ætti bara hluti af gítarsafninu, þannig að hann lagði áherslu á það sko. Bó er bó. Já. En ég hef ímyndað mér að sko þeir fjöldi gestanna sem kemur hann sökkvi sér í safnið. Já, margir hverjir að stoppa kannski bara í klukkutíma en aðrir allan líðlangan daginn og suma þurfa að rífa út á hárunu. Söfnin í Reykjanesbæ varðveita einstaka sögur svæðisins og eru okkur áminning umbrota tíma. Slökkviliðssafnið er þar gott dæmi því ógnarstórir brunabílar bandaríska herliðsins eru þar geymdir, tröllslegir ásýndum enda þeir stærstu sem framleiddir hafa verið í heiminum. Sjálfboðaliðar af Suðurnesjum hafa komið upp þessu merkilega safni í innri Njarðvík sem segir samfellda brunavarnasögu Íslands frá því fyrstu græjurnar komu til landsins eða voru smíðaðar á staðnum af illri nauðsyn á 19. öld. Á þessu dásamlega safni hérna í innri Njarðvíkum eru á 3. tug stórra slökkviliðsbíla. Þessi hér kemur frá hernum, alvöru græja enda fluttu þeir ekkert inn nema góða slökkviliðsbíla og þeir dreifðust svo eftir notkun á Keflavíkurflugvelli yfir allt landið til slökkviliðanna víða á Íslandi. Þessi hér til dæmis fór á Krókinn og hefur eflaust komið að gagni. Í Duushúsi, einu sögufrægasta húsi bæjarins í hjarta elstu byggðarinnar í Keflavík, hefur tíminn dokað við. Húsið var reist af danska einokunarkaupmanninum Hans Peter Duus árið 1877, en hér voru vörurnar teknar inn frá kajanum, hífðar upp á hálöft og svo, eftir þörfum, sendar út hinum megin og hafðar til sölu í gömlubúð ofan við götuna. Duushús var stórhýsi síns tíma og heldur fast söguna. Hér er gamli brunnurinn, en sagan segir að grunnvatnið í plássinu hafi verið svo salt frá fyrstu tíð að æ síðan kjósi heimamenn salt frekar en sykur út í kaffið. Í húsinu stendur uppi sýning á bátasafni Gríms skipstjóra Karlssonar úr Njarðvík, en af einstöku listfengi og ómældri þolinmæði bjó hann til nákvæmar eftirlíkingar af mörgum kunnustu fleyjum Suðurnesja á meðan honum endist aldur til á annað 100 skip og báta, flinkur maðurinn. Í einu millisalana hanga upp í ljósmyndir sem vitna veröld sem var, en Heimir Stígsson, sem smelti mynd af svo til sérhverjum heimamanni frá miðri síðustu öld fram á þá nýju, á hér margar svarthvítar gersemar. Ásamt Jóni Tómasinni sem líka hafði brennandi áhuga á ljósmyndum, bæði í listrænum tilgangi og til að skrásetja söguna og hafði metnað til að sameina það tvennt. Uppi á 2 efri hæðum Duushússins er svo byggðasafnið með sína muni og minjar og það er ekki laust við að göngumaður gamlar fjalir hússins fái hér svolítinn frið í hjarta sínu og veitir nú sennilega ekki af. Þetta stóra hús, Duushús, leynir á sér. Hér mætist gamli og nýi tíminn, gamlir munir og ný list. Heldur betur. Við erum eitt af fáum framsæknum listasöfnum sem eru á landsbyggðinni. Og það eru nú ekki öll sveitafélög sem standa fyrir því að reka samtíma listasafn. Og núna erum við náttúrulega með 2 frábærar sumarsýningar. Það sem má segja að við ferðumst á milli vita. Á milli, ég myndi segja, stafrænna vita yfir í Huldur heima. Það bara er mjög spennandi, sko. Já, það er sérst sýning Haralds Karlssonar sem að flesti kalla Hallakalla. En hann er einn af okkar allra fremstu stafrænu listamönnum, ef má segja það. Við vorum einmitt að ræða áðan við Halli-Kalli og hann sagðist vera upplýsingamillari vegna þess að hann lýsir upp rýmin með myndverpum og miðlar sem sagt lýsingu. Og maður gengur eiginlega inn í sýninguna sjálfur? Þú gengur inn í sýninguna sjálfur. Og þetta náttúrulega eru mjög margir sem ferðast hingað til þess að taka sjálfu vegna þess að þú sjálfur sem manneskja verður partur af sýningunni við að labba inn vegna þess að það varpast á þig. Þannig að það er alls konar, þú getur fundið endalaust form og endalaust, hún er síbreytileg, fer eftir ykkur hérna inni. Og hérna erum við svo í Gerðinu hans Steingríms Eyfjörðs sem er sýning sem hefur nú ferðast nokkuð víða. Heldur betur, þetta var partur af okkar framlagi fyrir Feneyjabíenalinn árið 2007. Verkið er í eigu Listasafns Reykjavíkur og
Ég fekk að lána vegna þess að mér fannst að tala svolítið inn í okkar samtíma, akkurat núna. En þetta svolítið merkilegt verk, sko, vegna þess að í rauninni hann að fjalla þarna gamla þjóðtrú og hér í gerðinu sem sagt huldukind sem að ég get svarið ykkur. Ég þurfti að bæta við sem sagt heyi vegna þess að hún búin að vera að borða svo mikið. Og Steingrímur komst í samband við þessa huldukind í gegnum miðil á sínum tíma og miðillinn sem sagt sagði hann að kaupa brýni og fór með hann til þess að heita huldumann og hann fekk kindin í staðinn. Og síðan kom það upp að miðillinn sagði við hann að hún hefði sloppið kindin. Og nú eru góður á dýr vegna þess að ekki er hægt að sýna verk sem hvelfist í kringum huldukindina án huldukindinnar. Þannig að við fengum okkar eigin miðil hér í Reykjanesbæ og hún kom og komst sem sagt í samband við manninn aftur og hann kom hingað og hann var með 2 kindur með sér, þessa sem slapp í Feneyjum vegna þess að hann líkaði illa og nýja kind sem vist aðeins yngri og hund sem á að passa kindina. Segir svo að Reykjanesbær sé ekki svolítið skrítinn. Sagt hefur verið heimamenn á þessum kjálka landsins að þeir séu Suðurnesjamenn í fyrsta sæti, Suðurnesjamenn í öðru sæti og svo kannski Íslendingar í því þriðja, stoltir mjög af sinni heimabyggð en opnir og gestrisnir enda fór hingað frónbúinn hvaðanæva af landinu að venja komu sínar í verin í gamla daga og svo kom herinn, þá ferðamaðurinn og loks erlenda vinnuaflið. Það er því ekki að undra að einkunnarorð Reykjanesbæjar séu í krafti fjölbreytileikans. Ritstjórinn í bænum til bráðum 40 ára þekkir sitt fólk, er ennþá rígur á milli hverfa, Njarðvíkur og Keflavíkur? Já, það er rígur. Það er náttúrulega aðeins minna heldur en var, en það er mjög gaman að því, sko. Og þú hittir hérna sérstaklega gamla Njarðvíkinga sem að það er mikill rígur og tengdamamma mín er til þess mikill Njarðvíkingur og þó að ég búi í 230 sem er Keflavíkur póstnúmeri, þá segir hún að ég búi ennþá í Njarðvík af því að þetta, sko, Njarðvíkingar áttu þetta land og þetta birtist í íþróttunum mikið. Njarðvíkingarnir eru harðir og Keflvíkingarnir eru, og það er bara gott. Og en þetta er svona meira í eldri, en þetta er samt ennþá. Unga fólkið náttúrulega bara erfir þetta frá, það er rígur, já. En sérviska íbúðina hérna, hún er töluverð? Já, hún er ykkur, en mér finnst hún svolítið tengjast varnarliðinu sem að var hérna í hálfa öld. Hvernig þá? Bara, þú veist, þeir komu með ýmislegt góss hérna sem okkur þótti gott og bílar, við höfum alltaf verið mikil svona bílaáhugi hérna, Keflvíkingar og Suðurnes sem eiga flotta bíla. Nú, það er eitt sem við gerum sem er arfleið svolítið svona frá varnarliðinu er að hér er ykkur almestu jólaskreytingar á landinu. Það var nóg til. Komdu inn í desember og við erum búin að vera flytja inn fólk hérna í það, sko, sýningar bara. Þannig að það er svona ýmislegt sem að tengist því og svo er ein gömulhefð sem að tengist, og náttúrulega hamborgarinn er svolítið amerískur. Og það er mjög margir Suðurnesjamenn sem að hafa alla tíð borðað hamborgara hérna á pulsuvagninu, svokallaðan villaborgara. Það eru mörg dæmi um það að Suðurnesjamenn sem að koma hér í heimsókn og það eru fluttið hérna, það er að fyrsta sem þeir gera, þeir fara að fá sér hamborgara hjá villaborgara. Þetta er sérviska. Maður verður nú að prófa. Eftir að hafa fyllt á tankinn er ekki úr vegi að skoða sig á Reykjanesi, en útivistarmöguleikarnir eru hér óþrjótandi, þó ekki sé nema spásitúrin út í Skessuhelli undir Keflavíkurbjargi, en óhætt er að segja að margt barnshjartað tifið þar helst til ört í námunda við tröllslega vaxinn íbúan í hellinum. Eins er upplagt að skoða þessu á Fitjónum í botni Njarðvíkur, fuglalífið er þar ævintýri líkast, og klappa hleðslurnar í kringum Stekkjarkotið þar skammt frá, en þar var áður gömul sjóbúð frá því 1856 og talandi tímana þá, innri Njarðvíkurkirkja er með fegustu steinkirkjum landsins, hlaðin á árunum 1884-6 úr álíka efni við og Alþingishúsið frá 1881, einstaklega falleg bygging. Álíka kirkja stendur í Hvalsnesi skammt frá höfnum, ægifögur á ávölum ásnum,
en þjóðkunn öðru fremur fyrir þjónustu sálmaskáldsins Hallgríms Péturssonar frá því árið 1644, en þar fæddist honum og frú Guðríði, dóttir sem hann skírði Steinunni, en hún dó mjög ung sem reyndist þeim hjónum mikill harmur og passía fyrir lífstíð. Kirkjan sjálf í Hvalsnesi er frá 1887, hlaðin í beinu framhaldi af smíði innri Njarðvíkurkirkju. Hér slóðir nær náttúran fullum tökum á ferðamanni. Í Gálgahrauni, suður af Hvalsnesi, eru klofnu klettarnir tveir sem hraunið er kennt við, notaðir á sinni tíð til að hengja sakamenn að sögn sem svo voru dysjaðir á staðnum, en daunninn af sögunni þeirra finnst hérna enn. Sunnan við Hafnir er svo upplagt að spóka sig á mörkum tveggja heima, en hér mætast Norður-Ameríkuflekkinn og Evrasíuflekkinn eða öllu heldur færast hvor frá öðrum. Hér má segja að sjálfur Atlantshafshryggurinn gangi á land með gosbeltið sig miðjan. En sunnar hvæsir svo Gunnu hver og lætur mikið á sér bera, kenndur við Guðrúnu nokkra Önundardóttur sem afturgengin er sögð hafa steypst hér ofan í ólguna heitu og mun þar Göngugarp, Rannveig, þú ert vön að ganga hérna þetta svæði og gönguleiðir eru óendanlega margar. Já, það er sko alveg óhætt að segja að hérna séu óendanlega margar gönguleiðir. Hérna liggja gönguleiðir á milli sveitafélaga og með ströndum. Og þetta á sér sögulega skýringar? Já, vegna þess að við vorum ekkert að nýta okkur bíl fyrir svona seinni árin og hérna, það var alltaf gengið á milli staða. Bæði fótgangandi og svo var náttúrulega oft notaðir hestar með. Já, og þetta er ofsalega fallegt inn á milli hrauns og sands. Já, og fjölbreytt, mjög fjölbreytt. Bæði að sko ganga í hrauninu og það er oft ævintýralegt að finna stígana í hrauninu og sjá þá aldagamla. Það sem er búið að leiða bæði hesta og fólk. Og það er svo magnað þessi upplifun að ganga í þessum stígum og það sem að sko þúsundir mann er búin að ganga löngu áður en það fæddist. Það er svo magnað. Svo, eftir góða ferð náttúruparadísina Reykjanes er ekki annað að ræða en að fara í Suðurnesjasund. Hér í bænum eigið þið ykkar vatnaveröld sem er ekkert smottir í. Já. Þetta er alveg segull fyrir lítil börn og líka fyrir íþróttafólkið okkar eins og þið sjáið bara, stór og mikil laug. En þessi vatnaveröld er bara leikfangur í vatni? Já. Fyrir þessi yngstu. Og við höfðum vit á því að setja þetta upp hérna fyrir 14 árum. Út af því að hérna er náttúrulega svolítið rok hjá okkur og við náttúrulega erum með þessa vatnaveröld innandyra og þetta hefur verið alveg segull fyrir fólk að koma hingað. Eins og krakkarnir segja þetta svínvirkar? Þetta svínvirkar. Svo er þið með, Hafsteinn, risastóra sundlaug fyrir íþróttafólkið. Já. Eina fáum 50 metra laugum á landinu. Já. Þetta er náttúrulega keppnisfólkið okkar hefur alveg blómstrað hérna í þessari laug og það er náttúrulega bara, og við eigum bara flott sundfólk. Og það kemur náttúrulega út af aðstöðunni líka. Þetta náttúrulega hefur alveg blómstrað út af því. En svo stendur frammi, lífið er yndislegt. Lífið er yndislegt. Það er bara svoleiðis. Það er kjörorðið okkar. Lífið er yndislegt! Og hérna við Sundlaugarbakkann finnum við íþróttamann ársins 1986. Eðvarð Þór Eðvarðsson. Það passar. Þú byrjaðir í sundi í miklu minni laug en þetta. Ég byrjaði í baðkarinu í Njarðvík sem er sem sagt 1/4 af þessari laug hérna. Þetta eru 50 metrar. Já. Í Njarðvíkunum erum við með 12,5 en það var ég aðburða snúningsmaður. Þannig að hérna, það voru snúningar og fráspyrnur sem voru mitt aðal til að byrja með.
12,5 metra laug dugði fyrir þig til þess að verða afreksmaður í sundi? Já, fram að ákveðnum aldri. Já. 16 ára aldur, þá fór ég að læðast upp í kanan. Já. Fór og tók þar æfingar í 25 metra laug. Svo lokum þá fór ég í Laugardalinn, í 50 metra laugina þar, einu sinni á dag. Á móti einni æfingu hérna. Af hverju koma svona margir góðir sundmenn frá Suðurnesjum? Ég held að sé bara náttúrulega fyrst og fremst frábæri þjálfarar. Herðu, ég held að sé, sko, hefðin er rík. Já. Hún er sterk, hún er búin að vera, sko, við erum búin að vera með sterka sundhefð bara síðan, nú þori ég ekki að fara með ef eldri og vitrari menn eru að horfa. Ég held bara síðan 1950-60. Já. Og alla tíð síðan höfum við verið með góða sundmenn og konur. Og þannig að hefðin er að skila sér og við höfum bara líka verið það heppin að vera með mjög sterkar stjórnir sem að hafa stýrt þessu starfið okkar og svo alveg bærilega þjálfara. Þarf eða fóður að vera blautur allan dag? Nei, svona bara halvan daginn. Það dugar sko. Niðurstaðan er þá svo að það er fjöldamargt hægt að gera sem ferðamaður hér í Reykjanesbæ. Já, það er rétt og Reykjanesbær er 4. stærsta sveitarfélag landsins og sem slíkt með allt sem þarf, alla innviði. En það sem kann að vanta upp á að hafa þá hin sveitarfélögin 3, Grindavík, Suðurnesjabær og Vogar. Saman erum við með þetta allt saman, það er alveg á hreinu. Suðurnesin eru með þetta? Við erum með þetta og bæði fallega náttúru, fullt af fínu veitingastöðum, gististöðum, hótelum. Og söfnum. Og það sem stundum er sagt um okkur, og við tölum um náttúruna, að við erum með allt sem íslensk náttúra hefur að bjóða nema jökla og ár. Við erum með allt annað, við erum með hveri og við erum með hraun og við erum með þessa fallu staði hér út á Reykjanesi sem ég vil bara hvetja fólk til að